Já, erum við komnir í loftið aftur. Við byggjumst velvirðingar á því að hafa dottið út. Netsambandið yfirgaf okkur í augnablik. En við erum komnir í loftið á ný og það skiptir máli. Tómas með aukaspyrnu hér sem að Guðjón Gunnarsson gaf hreinlega upp úr einhverjum pirring. Greinilegt að það hefði farið í skapið á Ýringum mótlætið og rauðaspjaldið sem að Árni Freyr fékk á hann. Já, svo sem lítið sem gerist annað en þessi aukaspyrna og gulaspjaldið renda sem að Guðjón fékk fyrir að hamra í Albert Ingarsson í pirringi. Hérna eru Ýringar. Þetta er sæmilega gert hjá þeim en vel varist líka hjá Fylkismönnum. Albert Valur Ingimundur með honum úti hægra megin. Valur Fannar sendinguna Þorsteinn öskrar á samherja sína og hurðar upp boltann. Já, Ýringar halda boltanum aðeins hérna. Ná ekki að ógna mikið fram á við. Þarna kemur langur bolti frá Halldóri og Þorsteinn. Það segir Tómas Þorsteinsson. Og Valur Fannar með fínan bolta hann. Já, Halldór er að ýta þessu frá. Þá getur að spila þarna í Andresi og Alberti. Þetta er ákaflega erfitt hjá Ýringum. Fín spilamisk aftur á móti hjá Fylki og þeir vilja fá hendi þarna á vítateigslínunni. En Sigurhjörtur ekki á því að gefa þeim vítaspyrnu. Þetta skipti í það minnsta. Já, ágætlega gert hjá Þannig Þóri. Það eru Ýringar undirbúa tvöfalda skiptingu. Já, Fylkismenn reynda líka. Það eru Kristján leika hérna sín á milli. Eftirstu víglínu. Svo kemur sendingi fram Andrés. Andrés Már með sendinguna inni. Glæsileg sending. En Hallbert næri ekki að leggja fyrir sig boltan af dauðafæri. Já, kemur boltanum út á Ingimund sem finnur Val Fannar í dauðafæri. En hann ákveður að reyna einhverja sendingu í staðinn að láta bara vaða á markið. Já. Þá er það tvöföld skipting. Þórir kemur út af Þórir Hannesson. Já, Albert Brynjar Ingarsson líka. Vinna koma Daniel Guðmundsson og Rúrik Andri Þorfinnsson. Þeir ungi strákar. Þá var það tvöföld skipting hjá Ýringum líka. Rannver kemur hér út af. Og inn á hann kemur Haukur Ólafsson.
Hannes Ingi Árnason kemur einnig inn á og það í staðinn fyrir Jón G. Ström. Já, þessari löngu skiptingu lokið og leikurinn getur hafist á ný. Þetta breytir fá ferska lappir inn á. Þetta fylkismenn á að þetta aukinn kraft í sótarleikin eða hvort að Írika ná að þétta og halda þessu jafnvel fóra hans í bakkann. Skyldur aldrei vera. Já, það vandrar ekki gangur hérna á Kristjáni Valdimarsinni en línuvörðurinn bjargar honum þarna, aðstofadómarinn og flaggar innkast þar sem að boltinn fór út af. Strax hann að láta sig kveða og hornspyrna dæmd hérna. Kristján Ari tekur hana. Sendur boltinn inn í teiginn. Engin Írika til þess að stanga þetta í netið. Fylkismenn skalla þetta frá og koma í hratt. Engin Mundurla setti ekki nógu vel og Fylkismenn fá boltan aftur eða hvað. Já. Hvað vandræðagangur þarna. Karli Brynjari eitthvað meðist. Áttökum með teignum á honum. Hann skilir sér aftur í vörninu núna, búinn að jafna sig. Þetta leikurinn hafist á ný. Endalínu. Fylkismenn dæmdir brotlegir. Rúrik Andri finnst mér þetta að vera dæmdir brotlegur hérna varamaðurinn. Já, seinni hálfleikur rétt að vera hálfnaður. Staðan 2-0, mörkin 2 hér í upphafi seinni hálfleiks. En eftir að Árni Freyr Guðnason var rekinn af leikvelli hefur svona broturinn aðeins farið úr þessu. En Fylkismenn sé að hressast hér aftur. Kjölfar skiptingarna. Tómas. Boltan inn í teiginn. Andrés nekkar svo áfram en Ingimundur er rangstæður. Pressa hér á Fylki og það þarf að losa þetta. Já, Daniel Fylki styrir sín í loftinu þarna. Ungi miðvörðurinn er nýkominn inn á Fylkisliðinu. En hreinsar Þorsteinn langt og á Fylkismenn, beint á Fylkismenn. Sendingin hérna beint út af Ingimundur vill fá boltann strax, fær hann. Já, vel gert. Andri Þór. Nei, fær ekki boltann aftur. Valur fann með þetta. Ingimundur, nei, ekki nógu góð snerting hjá honum. Já, Haukur þarna með sendinguna en það gekk ekki upp hjá þeim Mýringum.
Rúrik, Valur Fannar, Andrés og Andri Þór. Andrés brotið á honum. Axel Vignisson brotlegur. Þeir eru fljótir að skjóta þessi í gang aftur bara. Þorsteinn, Tómas Egill Þorsteinsson. Og lærið til mér að fara rétt með nafnið hans, en svona það. Þorsteinn þarna í markinu. Vandan á vaxinn þarna, vel gert hjá honum. 3 Fylkismenn líklegir til þess að hirða frákastið, en hann hélt þessu vel. Tíðanlu Tómas. Rendir aftur á miðunum sinn. Ágætlega gert hjá Daniel Einarssoni. Andrés með heldur langa sendingu þarna. Ætlaði Ingimundi. Þorsteinn kemur þessi leik. Kristján. Haukur var að renda sem brotið var á. Þarna Kristján. Það finnur ekki samherja. Kemur Ingimundur. Andrés sem á að tapa boltanum. Það var það Tómas. Ingimundur fær boltan hérna úti. Hægra megin. Hvað gerir hann? Vantar hjálp eða hvað? Nei, losa sig bara á. Kemur boltanum fyrir. En Þorsteinn fljótastur að átta sig á því hvert boltinn fór. Þarna hjá Leysinga. Það er innkastið eða hvað? Nei, boltinn af honum. Ég sé þetta eitthvað vitlaust. Jóhann og Tómas með fyrirgjöfuna. Fínn bolti á Rúrik, en það er ekki að stýra þessu á markið rétt fram hjá skallið hjá honum. Fínasta færi. En kjúklingurinn sendir þetta fram hjá. Þá kemur Valur Fannar út af. Þá kemur Ásgeir Örn Arþórsson. Og ég gat ekki gert betur en að Andrés Már ætti að draga sig aftar. Fara djúpur á miðunni í stöðunni hans Vals Fannars. Ingimundur fer þá í hóluna, brattan framherjan og Ásgeir Örn hérna á hægri kantinn. Andrés skoða líka frábærlega hérna í hólunni. Já, hérna er hann sem fyrst í snertingu, Ásgeir Örn. Og Tómas með fína sendingu á. Já, Ingimundur náði ekki að skalla þetta á samherja, en ágætlega gert þó. En þá 17 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Staðan 2-0. Fylki vil. Mörkin á fyrstu og 7. mínútu seinni hálfleiks. Hérna er á góð staða Ingimundur. Hvað gerir hann? Hann ætlar sjálfur í stað þess að spila boltanum. Þrjá valkosti í rauninni. Aðra sem að allir voru betri. Baldur Bett. Já, skilar þessu vel frá sér. Getur að flækja hlutina þar. Heldur og
Andrés. Það hafa Íringar. Komnir yfir miðið eða hvað? Nei. Daniel Einarsson, Daniel Sig Guðmundsson. Vandanavaxinn þarna. Langaballt varum á Rúrik. Já, Ásgeir. Ingimundur Freyr hérna á, finnur aftur Ásgeir. Hann í skotfæri. Það reynda að senda hann aftur og fær hornspyrnu. Já. Nú eru fljótir að þessu, þetta var vel gert hjá Fylki. Þetta boltan ganga þarna í einni snertingu sín á milli. Og mátti litlu mun að þeir sköpuðu þessu döðafæri. Tómas Þorsteinsson til að taka hornspyrnuna frá hægri. Snýr þetta inn að markinu. Spilna en Brynjar skallar þetta frá. Ingimundur með svo skotið rétt yfir. Það mátti ekki miklu muna þarna. Það var galopinn á vítateigslínunni og hefði í rauninni bara átt að hitta rammann. Það sé kannski aðeins og hár. Hittir hann Andrés Már, frábærlega gert hérna hjá Andrési og Ingimundur skotið rétt fram hjá. Fínasta skot hjá besta manni vallarins í þessum leik. Til litlu mun að næða þrennunni sinni hérna. Já, vel gert hjá Andri Þór. Nei, það kemst ekki í gegnum Andra Sigursson. Já, fínasta sendi hér frá næstu til hægri. Ásgeir fær innkastið. Rúrik og Andrés. Læsilegt skot rétt yfir. Já, og litlu muna. Byssan ágætis málum hérna hjá honum í dag. Vel stilt. Rétt yfir samskeytin þessi. Þetta fína skot. Og hér enn skiptingin. Víringum. Atli Jóhannsson. Nú kemur inn á fyrir Karl Brynjar Björnsson. Það gæti ekki helst betur en að Karl Brynjar væri orðinn nokkuð þreyttur. Já. 15 ára gamli Stefán Pálsson sem ennþá á bekknum hjá hér og Sigurður Arnarsson fyrir utan varamarkmanninn. Þannig að það er tværskiptingar eftir. Andrés með flotta fyrirgjöf. Skallinn rétt framhjá hjá Jóhanni Kristjánsinni. Ágætlega gert. Fínasta fyrirgjöf hérna á varamannunum, á hinn varamanninn. En hann heitti ekki markið. Ásgeir en Agnarsvarður þarna og Jóhann, nei, það er ekki betri kapplöfinu. Baldur, Rúrik. Lífri strákar sem var með á bekknum, hann Ólafur Þórðarsson. Það er ekki hægt að segja hann að það er Rúrik að taka þetta. Tómas kemur, fær boltan. Hrettur þess áfram á Andrés Má.
Já, hann reynir að sjálfsögðu skotið. Og hvað? Línuvörður flaggar. Já, ég er á boltan. Það er algjör óþarfi að náttúrulega verið hendi sem hann hefur. Eitthvað smatturist peysutóð þarna sem að hann er ekki viskinn að verið peysutóðinn í tegnum. Það var enginn ástæða til þess að flauta skotið á framhjá. Já, það vantaði herslumunum þarna. Eiríkan að skapa sér færi. Andri, hann getur slaupið þarna en sendingin ekki nógu góð á hann. Það er ennþá 10 mínútur eftir og markjarni við Eiríkum getur sett ágætispressu á Fylkismennina. Ingimundur með slagasendingu. Þeir vinna boltan aftur. Andrés skiptir yfir. Tómas hefur verið virkilega góður í þessum leik. Þorsteinsson, Baldur Bett. Flott sending á Andrés. Glæsileg sending á Rúrik. Já, ná aðeins að loka á hann en býr sér til pláss og fyrir gjöfin en skotið yfir og markspyrna Jóhann Kristjánsson hann í dauðafæri en náði ekki að halla sér nógu vel yfir boltan sem að flög hátt yfir markið. Já, Fylkismenn mun líklegri til þess að skora þriðja marki heldur en að Íringar að minnka munin. En það einum fleiri og verið mikið sterkari aðeins sérstaklega í seinni hálfleik. Það var öllu betri í fyrri en við brandluðum fyrri hálfleik en hafa verið virkilega góðir hér í seinni hálfleik. Já, Ingimundur hleypur eftir þessu og nær honum. En það er ekkert fyrir það. Já, þetta er skemmtilegt að sjá hérna að sjá 3 Fylkismenn koma aðsnaðandi og loka á Íringa þegar 9 mínútur eru eftir af leiknum og 2-0 yfir og manni fleiri. Þetta geta að berjast, þetta komist þeir ekkert upp með það. Glæsir sendinga Andri sem á Ásgeir. Og hvað? Boltinn rekkur fyrir Rúrik. Jóhann með honum. Já, vel varist þarna. Já. Georg Úlfarsson, jújú, hann fer út með boltan. Kristján og Örn á sprettinum. Hann þarf að draga á honum skiljanlega. Hann er hlaupa mikið og eiga sæmilegt að leika hérna í bakverðinum, það var að segja svo er. Búið að mæða mikið á honum. Og Andrés, nei, þetta er nóg langt fyrir hann. Hér er þessi Ásgeir Örn Harþórsson. Pressa er hér vel. Bjarni Þórður, hann kemur þessu örugglega frá. Jóhann. Tómas. Andrés Már. Þetta Ásgeir í hérna aðra með, nei, skýndu sjálfur en þarna er langt framhjá og ætlaði sér aðeins svo mikið þarna var hann langt í þriðja marki greinilega. Eða sjálfsög átt að spila á alltaf kannski hlaupin áfram að reyna að fá hann inn í tegnum. Þess að leika sér eldinu þarna og þetta bjargast aðeim. Kristján, já, fínasti bolti. Já, hérna skapast þetta og hvað Andri? Nei, rangstæður. Náði ekki að leggja boltan fyrir sig. Það var ágætlega gert þetta hjá Guðjóni Gunnarsinni. Bjóð þetta til í góðu hlaupi. Andrés Rúrik. Já, Eirík að vinna boltan.
Rúrik. Finnur Ingimund. Tómas Þorsteinsson dauðafrýr hérna með hægri fæti og það er leiðandi aldrei spurning auðveldlega varið dauðafæri en hann náði ekki að leggja boltann fyrir vinstri fótinn sinn. Því hættan minni en þetta stóð til. Já. Kristján Ari. Já. Andri nær þessum bolta hérna úti vinstra megin. Fær innkastið. Það var að síðasta skipting fylkismanna. Bjarni Þórður Haldarsson kemur á leikvelli og Pétur Finnbogason fær að spreyta sig hér síðustu 5 mínútur leiksins. Blóms viðbótartíma. Já, það var Björn Ólafur Þórðarsson búinn að nota alla sína varamenn. Það verður bara að segjast eins og vel að sér vikið. Þeir hafa staðið sér vel. Þeir sem hafa komið inn á fylkisliðinu, það er ekki hægt að segja annað. Pétur Finnbogason, þessi er fæddur 1992. Já, hendi. Dæmt. Á Ásgeir Örn og spurning hvort þeir ná ekki að reyna á hinn hotnungaðinn bráðefnilega markvörð fylkismanna. Já, hann skipa sínum mönnum fyrir. Kristján Ari Haldarsson ætlar að spyrna hér með vinstri fæti sínum. Góð spyrnaðinn. Skallað upp í loftið og hvað gerist? Halldór skýtur í samherja. Andri að fælast fyrir honum þarna. Brynjar. Nei, Guðjón segi Gunnarsson. Er hann út í sandinn eða hvað? Örn Ólafsson gerir þetta vel. Vinnur innkastið. Þetta áfram að reyna íringarnir með hega það. Áttáðan að vera baráttan. Það þurfa að vera hér einu færri og 2-0 undir. Það þurfa að vera einu færri í rúman hálftíma núna. Hérna Kjaftrúks fyrirliða síns. Aldrei með innkastið. Hérna Rúrik. Og Íringar ná að koma þessu frá. Og Tómas Þorsteinsson. Hann er með Baldur Bettur fram að sig á anfallboltann. Jóhann Kristjánsson hérna út í vinstra megin. Já, hann er áfram með boltann. Vel gert hjá honum. Baldur með honum. Nei, sendingin ekki nógu góð. En Tómas er allstaðar hreinlega búinn að vera frábær hérna. Vinnur þetta með beint í stöðuna hjá miðjumannunum sem var komið fram og vinnur það boltann. Lokar svæðinu mjög vel. Já, glæsileg sendingi á Andri sem á Ingimundur í dauðafæri en þetta er afleitt skot hjá honum. Vel framhjá. Hitti boltann engan veginn nógu vel í dauðafæri. Frábær sending. Markspyrnan. Rétt rúmlega mínúta eftir að venjulegum leiktíma hér. Fylkisigur blasir við 2-0 yfir. Aukaspyrna brotið á Andra Sigurðssoni. Axel Vignisson tekur aukaspyrnuna, sendir hana beint inn á hættusvæði á miðjunni en
Þetta reddast vel gert af Guðjóni. Já, sendir hér til baka. Já, Andri, þetta er sterklega gert hjá honum. Ágætis sending, en Kristján Valdimarsson gerði þetta líka vel. Og svo löng sending frá Andresi. Ásgeir Örn. Nei, vel varist þarna. Já, Axel. Og Haukur Ólafsson. Já, ágætlega gert hjá honum. Langar bolta fram svo á Elías Inga Árnason. Það er kapphlaupi hér með Daniel Guðmundsson sem hefur betur. Og markspyrna frá marki Fylkis. Þegar leiktíminn, þar sé að venjulegu leiktími er liðinn. Spurning bara hversu miklu Sigurhjörtur bæti við. Ég ímyndum mér að það væri einhverjar 2 mínútur. Það þarf ekki að vera mikið meira þrátt fyrir allar þessar skiptingar og mörkin 2 og rauðaspjaldið. Það verður ekki haft mikla ástæðu til að stoppa tíman oft í þessum leik. Gætu verið 3 mínútur. Spurningin er, fáum við marki uppbótartíma líkt og við fengum áðan í leik Víkings og Fjölnis þegar Fjölnir innsiglaði sætan sigur sinn 3-1. Það gerist hér, nei, gengur ekki. Örn Ólafsson var þess fimmlega þarna. Axel hér. Andri. Afbrotið á honum. Aukaspyrna sem að Írringar eiga. Getur hættur þetta að tapa boltana þarna eða hvað? Nei, Þorsteinn flög nú á langt fyrir Þorsteinn. Hérna slaka markspyrnu beint á Andri smá og hann er eftir komið um boltan. Hann leitar að Ásgeiri Erni. Ágætlega gert hjá Írringum, leysið vel úr þessu og komið þér áfram. Já, Andri nær ekki að sækja þennan bolta. Það var á jökjunu bara, það þurfti að vera á sprettinum. 2 mínútur komna fram í venjulegan leiktíma. Síðasta mínúta væntanlega runnin upp. Andrés með sendinguna fjær. Já, innivörðurinn flaggar, aðstoðardómarinn flaggar rangstöðu. Ég get ekki ímyndað mér að Tómas Þorsteinsson hafi verið rangstæðar þarna. Getur að flagga allt annan leikmann sem að hlaupi burtu sem er sérstakt. Já, það hefur ekki úrslit áhrif hér, þannig að skiptir ekki öllu máli. Ingimundur. Já. Ingimundur stendur þetta af sér hérna en Atli Jóhannsson komið sér innkast. Ásgeir Örn boltan út og Kristján finnur Tómas. Síðasti möguleikinn til þess að skora 3. markið hérna. Já, ekki vítaspyrna. Ásgeir Örn ennþá með boltann inn í teignum. Ingimundur og hornspyrna. Já,
Væntanlega síðasta tækifæri Fylkismanna til að skora 3. markið. Setja tóttunni yfir í þessum fína sigri. Andrés með hornið. Já, skóaferð þarna hjá Þorsteini. En þeir ná ekki nýta sér það. Írringar bæja hættunni frá og þá flautar Sigurhjörtur til leiksloka. 2-0 sigur. Andrés Már Jóhannesson segi ég með bæði mörkin í upphafi seinni hálfleiks. Bragðtöðu fyrri hálfleikur en 2 mörk í upphafi seinni hálfleiks og svo rautt spjald á fyrirliða Írringa á 11. mínútu hálfleiksins og eftirleikurinn auðveldur fyrir Fylki. Við þökkum Sport TV þakkar kærlega fyrir áhorfið í kvöld. Við höldum áfram með Reykjavíkurmótið að vikuleiðinni með 2 leikjum. KR og Fylkir og IR og Víkingur. Á 5. kemur Fylkir spennt með því. Takk fyrir okkur, verið þið sæl. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Ískápar, heldur betur. Max. The greatest gift is in your smile. The way it lingers for a while. Falling with the snow in time. Remember when it snows, you're never all alone. The greatest gift is in your heart. What do you say? Tomorrow, you and I hit the arcade. Kevin Flynn was reported missing today. He was last seen at his home with his son, Sam. Sam, I was paged last night from your dad's office at the arcade. That number's been disconnected for 20 years. Where am I? Your father was the creator of this world. He never thought he'd see you again. Sam, I tried to get back. So what happened? My creation, it turned against me. Here, Mo Flynn. Come on. Dad, we have to get you out of here. Here they come. Pull up, you can't make that! Made it. Tron, frumsýnd annan í jólum í Sambíóunum. Tryggðu þér miða á sambio.is. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Sjónvörp, já, alveg hellingur. Max. Had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár.
Hafðu augun á boltanum með N1. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.